þá eru ritstjórnir að rifa munnin og rýna í helstu fréttamál líðandi stundar. Við ætlum aðeins að vera í útlöndum, tala Brexit, sumir segja að breska ljónið sé eins og stungin grís þessa dagana. Við ætlum að spá líka í lætin í Belgíu, Frakklandi og óróan almennt í Evrópu sem sumpart stafar af innflytjenda vandanum, eigum við að kalla það, eða eigum við að kalla þetta bara einfaldlega innflytjenda mál. Og svo ætlum við að koma við í lokin á Klaustursbarnum og fá kannski eitt vaskglas eða svo. En hjá mér komur vakt af Stöð 2, Þóri Guðmundsson, fréttastjóri Stöðar 2 og Árni Snævar, fréttamaður á Stöð 2 löngum og búsettur út í Evrópu síðustu árin og sá sem hér sömuleiðis gamall hundur af Stöð 2. En byrjum á Brexit. Theresa May lifir hverja vikuna á annarri, þrátt fyrir allt og það að spyrja í hvað stöðu Bretland núna? Þórir, bara í alveg hrikalegri stöðu. Já, þetta sko, ég kann ekki orðið við þetta. Nei, þeir náttúrulega komu sér í þessa stöðu með þjóðaratkvæðagreiðslunni. Það eru mjög margir í Bretlandi sem að segja við ættum aldrei að fara í þjóðaratkvæðagreiðslur. Þingmenn eru kjörnir til þess að taka ákvarðanir. Og nú geta þeir ekki tekin inn ákvörðun í nokkra átt vegna þess að þjóðin búin að taka ákvarðanir fyrir þá. En ákvaða grundvelli tókun þessar ákvarðanir, þessa ákvörðun um að fara út. Það var á grundvelli loforða að það kæmi fullt af peningum aftur til Bretlands. Það myndi engir innflytjendur koma til Bretlands. Svo þegar að hólminn komið, þegar þau þurfa að semja við Evrópusambandið það að viðhalda viðskiptakjörum, að þá kemur bara í ljós að allt hitt, að það undirstaðan fyrir því að þeir haldi þessum viðskiptum. Það að segja þeir geti átt þessi viðskipti milli landa, helst án tolla, án þess að vörurnar séu eitthvað sérstaklega skoðar eins og þeir gert þegar þeir verða að senda þær annað til annara heldur en Evrópusambandslanda. Þannig að það byggir allt á þessu í fjórfrelsinu sem við þekkjum svo vel. En sko, maður heyrði á almenningi í Bretlandi, hann í svolítið sjokki, hann hélt þetta færi auðveldara í gegn. Hvernig horfir þetta við þér, Árni, hinum megin Ermarsundsins? Sýnist mönnum þar að Bretar hafi haldið þeir fengu bara allt upp í hendurnar þrátt fyrir slitin? Já, það alveg greinilegt að þeir heldu það. Ég held að þetta sé bara nokkuð góð lýsing, ég hef kannski ekki svo miklu að bænda hjá ykkur tveimur, að það nákvæmlega það. Þeir heldu að þeir fengið sko allt fyrir ekkert eins og satt hérna tíð. Og það líka, en það auðvitað, við skulum ekki gleyma því að það algjör fyrra að menn vilji láta Breta sæta einhverjum aðalkostnum. Það sem menn skilja kannski ekki í Brussel alveg, það þetta að þeir sögðu við viljum fara út úr Evrópusambandinu. Og Evrópusambandið getur ekkert sagt í því, það þeirra val. En þeir vilja samt vera inni, sko, og meira að segja þá hefur málsmetandi bresk þingkona lýst furðu sín á því að þeir fá ekki að hafa þingmenn á Evrópuþinginu, þó að þessi farnir en vandamáli það. Þetta eru Bretar. Já, en það sko, vandamáli kannski það að það hefur verið, breska pressan hefur alveg stöðugt hamrað á Evrópusambandinu og kennt Evrópusambandinu allt mögulega. Það var breski þingmenn líka gert, það mjög þægilegt að segja, við erum ekki yfir þessu, þetta allt saman. Þetta stundar hér og víðar. Og þetta stundar alls staðar, bara þetta hjá þeim. En það ótrúlega vanþekking og áhugaleysi á Evrópusambandinu sem að koma í ljós að ég tel mér engan sérfræðing þannig séð í Evrópusambandinu. En maður kemur svolítið óvart stund þar sem maður bara horfir á BBC og það bara algjör fyrra sem borin á borð. Þannig að það ekkert skrítið kannski að þetta sé svona. En það komist upp með alls konar blekkingar í aðdraganda kosningana, það var logið upp í þjóðina í stórum stíl. Já. Sérstaklega þetta, það var til dæmis þetta með að, ég man ekki voru 300 milljónir punda eitthvað svoleiðis sem var á viku, sem var þessu strætó sem keypti þarna og það tala sem sko brúttótala og það ekki talað að sko ég man ekki helmingurinn hvað það og sennilega miklu meira en það. Kemur bara aftur til Bretlands í formi til dæmis segjum í rannsóknum eða í eitthvað á landbúnaðinu, minni Bretland en í þess annan stað og svo framvegis. Þórir, sko, versta sviðsmyndin fyrir Breta og í rauninni þar með fyrir Evrópu, hver sýnist hún geta orðið vegna þess að það jú sko hagsmuni Evrópusambands líka að breska hagkerfið býð ekki hnekki. Já, versta sviðsmyndin sú sem allir óttast sem að þeir bara verði of seinir. Þannig að í endan á mars að þá séu þeir komnir út úr Evrópusambandinu og þá þarf bara að setja upp tollamúra allstaðar, þar á meðal á Norður Írlandi, gagnvart Suður Írlandi, gagnvart Írlandi sem mjög viðkvæmt og það svona það versta sem getur gerst og menn að
tala sko, mörg prósentustig sem að sko, þeir missi í hagvexti. Þannig að það getur orðið mjög slæmt fyrir Breta, en það líka slæmt fyrir Evrópusambandið, þannig að það vilja allir ná samningi, en það eru svo margir hagsmunir á breska þinginu líka, að það ekkert víst að það náist. Það ekkert víst að menn segja á endanum, já þetta nú kannski besti samningurinn. Enda var það þessna sem að Theresa May ákvað að fresta atkvæðagreiðslu vegna þess að menn myndu ekki samþykkja. En það verður ekki snúið við. Það eru margir búin að gæla við þá tilhugsun að þeir geti snúið við. Evrópudómstóllinn náttúrulega eru með sína ályktun í þá veru að þingið geti svona fóstra þá kenningu. En það verður ekki snúið við. Já, þeir geta tekið aftur article 50, þar að segja 50. greinina sem að svona úrsagnargreinin. Þannig að þeir geta hætt við nánast skilst mér hvenær sem á næstu 3 mánuðum. Sem að breska stjórnin barðist með kjafti og klóm gegn því að mega. Það svo merkilegt. En sko tilfinningin Árni, bara að tala þess að manneskja hinum en frá Ermarsundinu, sko, svekkelsi í Evrópusambandinu? Finnst fólkin á meginlandinu, Bretar vera svolítið að eyðileggja þetta tákn sem Evrópusambandið þetta einingartákn Evrópu? Já, þeir gera það, en þetta er svo löng saga og Bretar hafa alltaf verið svo hálfvolgir í þessu samstarfi að þetta er svolítið svona tvíbent vegna þess að öðrum það eru menn fegnir að losna við það vegna þess að þeir hafa aldrei verið heilir í þessu samstarfi og verið mjög erfitt að þeirra var hlaupið upp í fangið á Bandaríkjunum og án nokkurra sérstakra ástæðna heldur bara vegna þess að þeir telja sig hafa sérstakt samband við Bandaríkjunum. Það held ég að þetta eiginlega ekki nokkur manni í hug lengur halda því fram. Ég ætla að nefna sem dæmi bara ganni, þetta er algjörlega handahófi, en í þessum ævisögum Trump sem maður hefur verið að lesa, sem að hafa komið út 2 á stuttum tíma, þar til dæmis víkur Trump aldrei að Bretlandi nema til að tala golf eða drottninguna. og þetta er svolítið, þetta er satt að segja svolítið, en ég meina að þeir skuli halda að Trump ætla að láta þá fá einhvern sérstaklega góðan viðskiptasamning. Aftur ætla ég að tala illa breska fjölmiðla sem merkilegt því að ég að skaplega hrifin að þeim almennt. En það dálítið skrítið að ég hef horfið á eiginlega bara nánast daglega á BBC, að minnst BBC World, og þeir alltaf tala viðskiptasamning, Bretar getur gert viðskiptasamning við hinn eða þennan eða verið áfram með viðskiptasamning en Evrópusamning. Tvíhliða samning. Sko, það kemur aldrei en analýs á því, býtu fyrir ekki, hvað það sem hindrar Breta að hafa viðskipti við Bandaríkin í dag? Og hinn spurningin, hvað munu Bretar hvað fá þeir út úr því að hvað hindrar þá núna í að hafa viðskipti innan Evrópusambandsins að hafa viðskipti við til dæmis segjum Ástralíu eða Nýja-Sjáland og hvað ætlar að fara að leyfa ætlar að hafa svona mikið viðskipti við Afríku og svo framins. Það ekkert sem hindrar það. Málið það að Bretland ekki stórveldi. Þetta ég þarf ekki að segja því ykkur þetta, en Bretar átt að sem virðast ekki átt að segja því margir hverjir. Og vígstaða þeirra sem 70 miljón manna lands eitthvað svoleiðis við Kína ekki jafn góð og að vera innan 500 miljóna manna blokkar. Það bara þannig. Þórir, sérðu fyrir lyktir þessa mál, sko, það margir sem ræða í þá veru að þetta muni vera svona upphæfð endalokum breska heimsveldisins innan mjög stóra gæsalappa vegna þess að Bretland ekki það land sem það var á nýlendu tímanum. Þvert á móti það kannski orðið tiltölulega lítið innan Evrópu ef út við það farið, en vissulega sterkur markað bæði fyrir okkur og aðra. Sérðu heimsveldið innan gæsalappa leysast upp, sérðu Skota fara sína leið, Norður-Íra jafnvel líka þó að það sé náttúrulega miklu minni líkur, en sérðu eitthvað í þá veru gerast? Walesverðir þetta mjög breskir hugsunarháttar? Jú. Þetta auðvitað eitthvað sem getur gerst ef að allt fer á versta veg. Þá fara Skotar örugglega að hugsa sitt. Með Norður-Írland það varðar bara þessar 2 hópa sem að búa á Norður-Írlandi. Ég held að
þó að sko umræðan snúist mjög mikið Norður-Írland út af þessum samningum þá held ég að það sé annað sem skiptir meira máli og það er sambandið við Bretland burtsíð frá Evrópu og vöruskiptum og öllu því sko en mér finnst menn vera að tala það að það séu sko að aukast líkurnar á að þetta gangi einhvern veginn tilbaka að menn það gangi ekki að fara burt þegar að forsendurnar sem voru fyrir hendi þegar að menn greiddu atkvæði eru ekki til staðar þegar að allt stefnir á versta veg. Þannig að ferlið hafi leitt það sanna í ljós? Það er hugsanlegt. Það er að gera það með ýmsu móti. Núna með þessum nýja hætti að þeir einfaldlega dræja þetta tilbaka og þá hafa þeir tíma til þess að kannski láta fara fram aðra þjóðaratkvæðagreiðslu og síðan þá hugsanlega ef hún fer á sama vega hef ég þetta allt saman aftur en að þetta geti varla verið að þessi samningur sem búið að gera að hann verði nokkuð tíman samþyktur á breska þingi. Það er rosalega ólíkt orðið. Gott að vel við skulum gera þetta stutt hlé og halda áfram að tala óróann í Evrópu. Belgíska stjórnin var að springa í loft upp, sakir innflytjendamála, við förum líka til Frakklands þar sem gullstakkar virðast ráða meiru heldur en Emmanuel Macron og svo ætlum við að koma við á Klausturbarnum og fá okkur eitt vatnsglas. Eftir smá stund. Gott og vel þegar ég að horfa á ritstjórana á sjónvarpsstöðinni Hringbraut, Þóri Guðmundsson, fréttastjóri Stöðvar 2 hjá mér og Árni Snævar sömuleiðis. Gamall fréttamaður af Stöð 2 ekki lægja sig gamall. Við tölum það eftir Þú hefði með þess að geta verið sagt að gömul vakt að D.V. Já, gömul vakt að D.V. 14 árum Brest. Jú, ég man eftir fyrirsögnin þegar Brest dó. Já, ég hitti hann. Ég held að það hafi verið 1982, er ekki rétt? Árni, það órói í kringu þig, einhverju hluta vegna. Í Belgíu, stjórnin sprungin, flæmski þjóðarflokkurinn farinn vegna innflytjendamála og svo líka mikið læti í Frakklandi, sumpart vegna bara bára kjara, stór hluta almennings. Byrjum á Belgíu. Er þetta í takti við það sem að gerast í Evrópu vorra daga? Við sjáum hvernig þetta að gerast í Póllandi, Ungverjalandi, við getum nefnt Norðurlandi líka, Noreg og sérstaklega Svíþjóð, Holland, augljóslega, Frakkland á löngu árabili og svo getum við áframhaldið með lönd sem svona þjóðernispopulismin hefur vaxið og dafnað ríkulega á síðustu árum og Þýskaland náttúrulega líka sláandi dæmi. Þar neyðast gömlu stóru flokkarnir að vinna saman vegna uppgangs þjóðernispopulismans. Var einfaldlega það sama að gerist í Belgíu? Já, ég myndi segja það. Það að segja tilliðástæðan fyrir því að þessi flokkur fór úr stjórninni þessi samningur Sameinuðu þjóðanna málefni farandi fólks en það dettur eiginlega engum í huga að halda þið fram að það sé málið. Það að segja í fyrsta lagi þá hafði þessi flokkur samþykkt þennan samning. Samningur var samþykktur í júlí, hann eins og núna svona lógatags ráðstefna í Marrakesh sem í dag og í gær og svo verður hann formlega samþykktur á allsherjarþinginu í september. Þannig að þetta augljóslega tilliðástæða vegna þess að í þessum samningi þá einfaldlega þar að segja til dæmis lönd eins og Ungverjaland og Pólland og fleiri sem voru búin að samþykkja mörg af þessum ekki alveg Bandaríkin stóð alltaf fyrir utan að þau voru búin að gera ákveðnar kröfur og það var eiginlega búið að ganga það verður að gera svona samning hann alltaf gerður í Heyrnarhljóði og í einróma og hann verður að vera einróma. Þannig að þessi ríki voru búin að samþykkja. Þannig eins og ég segi nokkur ríki sem hafa hoppað út úr síðan og einstakar ríki voru ekki með frá upphæð. En þetta allt saman, það bara einfaldlega verið að búa til þarna einhvers konar útlendingagreilu og reyna að ræða því í pólitísk. Og það kosningar í Belgíu núna í maí. Það sem gerist það að þessi flæmski þjóðernisflokkur, þjóðarflokkur sem við kalla hann þetta hægri flokkur út af fyrir sig og hann vissulega þjóðernissinnaður en hann ekki, það einn fyrir svona hægra megin við hann. Flams Belang sem á beinlínis rætur til að rekja til flæmska þjóðernissinna sem að störfuðu með nasistum á stríðsárinu þegar Belgía var hernumenn. Nú hafa þeir verið með mikinn andróður gegn þessum samningi og hafa fengið og þessa helgi þá var í Brussel Steve Bannon þekktur fyrirverandi eða núverandi að segja hvort þetta réttnundum svona hugmyndafræðingur Bush
Bush, Trump, Guðmund góður og nóga flókið þetta samt. En allavega að þessi ideológ Trump, að hann þarna í Belgíu og það Marine Le Pen og svo framvegis og þessi náungar, þeir fara bara á taug, það ekkert annað. Og þeir það verið að hanna atburðarás. Það verið að hanna atburðarás og þeir eru tilbúnir með auglýsingar á Twitter sem eru það sem bara eitthvað slagorð sem eru svona frá því að vera rassísk. En Þórir, þú ert hókina reynslu í þessum efnum bæði sem erlendur fréttamaður og starfsmaður Rauða krossins víða lönd og Rauði krossinn stendur náttúrulega fyrir mannúð fyrst og fremst heim allan ásamt Rauða hálfmánunum. Hvað að gerast í hinni einföldu mynd sem klárlega ekki einföld? Við sjáum til dæmis þetta ólánstal í Ungverjalandi, þar sem mannréttindasamtök og hjálparsamtök eru bara einfaldlega rekin úr landi á okkar tímum, á okkar upplýsta tíma og stjórn sem aðhyllist svona innflytjenda fjandskap nýtur gífurlegra vinsælda. Þetta kannski mest sláandi í Ungverjalandi en þetta breiðir úr sér. Við sjáum nokkur dæmi á Íslandi poppa upp en kannski ekki sterkum mæli og víða í Evrópu. En hvað að gerast? Þetta einhver uppgjöf á hefðbundnum stjórnmálum? Þetta náttúrulega mikið að gerast í þessum löndum sem áður tilheyrðu Austur-Evrópu. Þetta Ungverjaland, þetta líka Pólland og svo sjáum við núna að þetta að gerast það sama í Bandaríkjum Trumps. Þetta eru þessi lönd sem að skrifa ekki undir þennan samning og ég veit að mörgum sem að vinna í svona mannúðar- og mannréttindageirum að þeim þykir þetta mjög miður vegna þess að þetta langþráður samningur sem að í rauninni bara að viðurkenna það að það 238 milljónir manna sem eru svokallaðir farendur að ferðast milli landa og þetta ekki bara flóttamenn, hluti flóttamenn en þetta líka bara fólk sem að fer í atvinnuleit milli landa. En hvíti miðaldra maðurinn bara einfaldlega hræddur? Hann orðinn hræddur? Það einhver skýring? Já, það ágætis skýring, sérstaklega þegar maður fer til Bandaríkjanna, þá það þannig að Trump mjög að reyna að höfða til þessa hvítu miðaldra karlmanna. Og það virkar? Það virkaði nógu vel. Hann fekk náttúrulega ekki meirihluta, en hann fekk nógu marga kjörmenn til þess að komast að. En síðan í Ungverjalandi, ég bjóð þar í 2 ár. Ég var enda líka í 2 ár. Og mér þykir ofsalega sárt, ég skal bara viðurkenna það. Ég var þarna þegar þessir menn komust til valda. Viktor Orbán í Fidesz-flokknum, þetta voru svona ungliðar, ungir, flottir menn. Með ferskar hugmyndir þá? Ferskar hugmyndir, eftir 89, þegar múrinn fellur. Og þeir eru orðnir einhvern argasta íhald og eru bara mjög forhertir í mörgum, einmitt eins og þú segir, þegar að verða að tala að Evrópuríki eigi að deila með sér þeim vanda innan gæslappa sem flóttamenn séu og ég man ekki hver tala var fyrir Ungverjaland, hvort það var 2000 manns, það nánast ekkert, skiptir engu máli, það bara nei. Ekki til í að taka þátt í þessari evrópsku hugmynd að menn deili bæði byrðunum og náttúrulega hagnaðinu af því að vinna saman. Þess vegna mjög áhugavert ef við tengjum aftur til Bretlands að þetta eru svolítið ríkin sem eru þarna á jaðrinum. Bretar eru það þó þau séu stórir og Ungverjar og Pólverjar, þeir eru svolítið að teikna sig þangað líka. Vegna þess að það vildi allir fá það, voru allir til í að fá það bara hjarta Evrópu strax. Og það er líka mjög sterk tenging á milli breska íhaldsflokksins og pólsku íhaldsaflana. Þau hafa teiknað sér saman á Evrópuþinginu langt árabil, þannig að það líka tenging. En átnið til Frakklands, hvað að gerast? Gulstakkar vaða uppi, svona óðbóðsleg mikil gremja meðal stórs hluta almennings hvað kjörin varðar? Þið munið það var eins og tala gjá á milli þings og þjóðar. Það gjá á milli forseta og þjóðar í Frakklandi. Það bara svo. Ég held að það sé fyrst og fremst það. Það skrýtna við þetta það. Í fyrsta lagi vildi Macron hafa þetta svona. Hann vildi ekki vera eins og François Hollande að sitja aftur á mótor í skellinaðru með hjálm á leiðinni til kæristunar og með póka með krossantum í þetta. Þetta fannst bara umurlega. En ekki blóm og kampavín og vera okkur í fínu bíl. Og fyrsta látan bara nappa sig. Þeir fann alveg svona framhjálpi. Það önnur saga.
En það mikið gjá þarna. Macron hann taldi að Frakkar vildu hafa svona konunglegan forseta sem að væri svona fyrir ofan og svolítið svo Mitterrand var og kæmi svona einstaka sinnum og flytti ávörp og leiði kannski blaðamenn að spyrja 1 og 2 spurninga. Misskildar svona hrapallega tíðarandan? Sko, vandamálið þetta að ef þú spyrir Frakka í skoðanakönnun, þá myndu þau segja, já, við viljum hafa þetta sem Mitterrand. En hvað verður, hver niðurstaðan af því? Hún svo að til dæmis að það svo erfitt að koma með eitthvað eitt atriði þar sem hann gerir mistök. Vegna þess að það eru nokkur, en það voru mjög sláandi til dæmis þegar hann einhverjum út í markaði, með hann hvað það væri heimsókn í háskóla eða hvað það var, þar sem hann einhver kallar til að hey, Manu, uppnefnið, hann heitir Emmanuel, Ára Manu, og hann snýr sér við og segir, þú segir ekki Manu, þú segir herra forseti. Þetta rosalega, þetta örstutt orðaskipti, en þau þrungin verkefni. Það eins og bara þetta hafi skipt verulegu máli. Það þetta nokkur frekar svipuð sem að svona laga geta safnast upp. Svona safnast upp, það var alltaf verið að hnykkja á því. Hann var náttúrulega svona sentristi og hún tekst að sundra algjörlega bæði sósíalistum og gólistónum og ná til sín öflugum mönnum og báðum flokkum. Og það sem hann gerir það að hann býr til þetta eitthvað sem heitir rassemblement, ekki svona hvað, nema sem bara flokkur sem án mars fyrir ekki heitir hann, áfram, eitthvað svo leiðis. En allavega að þá það auðvitað svo það er svo laus böndin, vegna þess að það bara hann. Þetta raunverulega bara flokkur hann. En það svo laus bönd og hann hefur ekki, við getum talað endalaust illa stjórnmálaflokk og það tísku, en stjórnmálaflokk samt sem aður ákveðið svona net sem nær þá yfir allt land, hvort sem Íslandi eða Frakklandi, en hann virðist hafa vantað þetta jarðsamband sem slíkur flokkur Góð greining. Örstuð og lokum skjótumst á Klausturbarinn, það fordómalaus tíðindi í íslenskri pólitík, hagsmunaaðilar tönn úr bæ, neita að koma fyrir þingnefndir, fólk úr Föllunarfræði Háskóla Íslands vill ekki koma og hitta Önnu Kolbrúnu Árnadóttur sem að sögn talaði illa Freyju Haraldsdóttur og eftirmála því rækileg. En Þórir, þetta mál náttúrulega mjög erfitt fyrir þingið sem hóp af samstarfsfólki. En mun þetta fjara út eða komið strik í sandinn? Sko, væntanlega fjarar þetta út fyrir þetta fólk sem vinnur á þingi einhvern tíma. Það sem að ég veit ekki hvort menn munum vera fljótur að gleyma að það í rauninni ekki fúkyrðin og það allt, heldur að þarna kom fram alveg ótrúleg lýsing á því sem að fyrrverandi utanríkisráðherra og fyrrverandi forsætisráðherra litu á sem kaups sendiherraembætti og var bara eitthvað sem var frá gengið og það sem ég líst að maður les þetta. Það gat ekki verið grafískara. Þetta rauninni ótrúleg lesning. Bæði fyrrverandi utanríkisráðherra Gunnar Bragi, hann að lýsa þessu en sömuleiðis fyrrverandi forsætisráðherra. Og það verður mjög gaman að sjá að því að Óli Björn Kárason, formaður viðkomandi nefndar, hann vill hafa þetta fyrir opnum tjöldum og það verður mjög gaman að fylgjast með þegar Bjarni Benediktsson og Sigmundur Davíð koma fyrir nefndina fyrir opnum tjöldum og leiða saman hesta sína Gunnari Braga og fleirum. Og ber að taka fram að allir hafa dregið þetta tilbaka. Akkurat, allir. En þetta var sagt þegar menn vissu ekki að það væri verið að hlusta. Það eru margir skandalarnir út í Evrópu, Árni Snævarsson reka hver annan mánuðin saman sem tengjast sjálfsuppvakningu og klámkjafti. En hvernig horfir þetta við þér, svona gests auganu? Þetta ekki bara svo best gerist í nágrannalöndum? Jú, ég var eitthvað... Það allar maður getur hlegja þessu samt. Nei, ok, maður getur náttúrulega samt þetta. En já, menn alveg steinhissa, sko, ég var eitthvað að ræða þetta við félagi úr blaðamannaskóla sem ég var í París fyrir mjög löngu síðan.
og og svona, hvað kallar maður, reunion heitir á vondumáli og hittist þarna aftur eftir marga áratugi og þetta fólk allstaðar á heiminum og ég var eitthvað síðan í kjölfarið að deila þessum upplýsingum og það tók þessu allir svona sem þetta var svona áframhald af spjallinu á barnum sko. Að ég væri svona, þess að maður segir einhverja sögu og þetta kannski svona... Það trúði þess ekki? Nei. Og að þetta allt blaða með svo bráðum alveg rosalega sko þegar þetta var komið í New York Times og allir býttum þetta sem... Og málið orðið helmingi verra. Ég var að segja frá því upp af mér. Þannig að, en það eins og segir, það auðvitað ekki hlægjandi að þessu. Ég held hins vegar, ég hef alveg fulla trú á meðvirkni íslensku þjóðarinnar og bara við erum svo fljóta að fyrirgefa allt mögulegt. Það auðvitað jákvætt að við reynum svona frekar held ég almennt séð Íslendingar að sjá hvað góða í farin ángans og menn yðrist og svona. Þetta voðalega ríkt í okkur. Ég meina, jafnvel bara daginn eftir þá sá ég meira að segja málsmetandi konur sitja á neti, ég hefur ekki bara faðmast á aðvendinu. Ekki alltaf, ég var til í gott faðmlag, ég meira að segja við ykkur, allt í lagi, og ekki sístu þess ágætu konu sem þarna var og það voru vinkonurinn, það voru marga hverjar að segja, ég hefur ekki bara, nú veit ég vel, sko, það allt á sinn stað og sinn tíma. Ég held kannski að það sé það sem við erum að tala en því miður, það voðalega mikil meðvirkni og ég ætla líka að benda á eitt að það í þessum, sko, einfaldlega í þessu samsteypu stjórnarkerfi sem á Íslandi og hefur verið, alltaf verið, að þá þurfa menn alltaf hugsa býtum við, ég kannski þarf á þessum að halda næst. Panama-skjölin voru ekki rædd í kosningabaráttunni og ég, eftir það, þá trúi ég öll. Ég verð bara að koma því að þessi kona, Bára Halldórsdóttir, sem satt þarna í tæpa 4 klukkutíma og hún kom til okkur... Kona, fötluð og samkynhneigð. Kona, fötluð og hinsegin kona og var þess heiðursna aðnjótandi að tala aðeins við hann. Hún kom til okkar í Vílinu daginn og þetta svo flott kona. Hún alveg ótrúleg og kona ásins. Bara klárlega maður ásins. En 4 tíma stanslaust baktal án aðrun, þetta ekki bara heimsmetað på Guinness? Við komumst ekki lengra. Árni Snævar, Þóri Guðmundsson, gestir mínir að þessu sinni, gömul og vaktarstöð 2 eins og ég gat áðan. En við skiptum meira yfir aðra sálma, fáum hérna Auði Ölfu Ólafsdóttur hjá Verðlagseftirliti ASÍ á næstunni og svo líka ætlum við að gapa inn í svartholið með stjörnusérfræðingi eftir andartak.